það verið að bíða eftir niðurstöðu samkeppnisútboða og það ferli hefur tafist. Nú vil ég segja það strax að íþróttahreyfingin einhvern veginn á ekki beina aðkomu, bara í einhvers konar samtali, en það stjórn verkefnið sem á borði ráðherra og borgar, ráðuneytis og borgar. Getum við hent í söguna? Og ég held að sé mjög mikilvægt í framhaldinu að svona miðað við þau verkefni alþjóðlegu sem eru framundan að við fáum svona að vera nær því samtali, og það í stóra samhenginu eins og kemur inn á, þá höfum við kannski staðið okkur ágætlega í gegnum tíðina að byggja upp mannverki á svona staðbundin mannverki fyrir íþróttafélögin og fyrir skólana og fyrir íþróttagreinarnar margar hverjar. Sumar hverjar eru að líða fyrir skort á aðstöðu, en þegar kemur að þjóðarmannvirkjum, þjóðarhöll, þjóðarleikvang, frjálsíþróttaleikvang, að þá erum við því miður höfum við ekki staðið okkur, og ég hafandi verið hluti af stjórnvöldum að berum þetta bara líka ábyrgð á því, en það breytir ekki því að við þurfum að gera miklu betur þar. Það stendur til. Við eigum mögulega að taka að okkur riðil á lokamóti 2030. Þá mjög mikilvægt að þessi höll sé risin. Það eru til yfirlýsingar það að hún hefði átt að rísa 25 og svo 6. Ég bara biðla til stjórnvalda að taka þetta með okkur. Bæði varðað þjóðarleikvanginn, þjóðarhöllina. Þannig eru tvö stór félög, Þróttur og Ármann, sem Ármann komið í úrvalsdeild með kalla og kvenna í körfubolta og fjölmargir, mjög svona gróskumikið barna- og unglingastarf og mikil þörf á þessari höll. Já, sagði Willum Þór, og þetta brennur svolítið á þjóðinni, þetta brennur á handboltafólki og körfuboltafólki eflaust líka að höllin var glæsileg á sínum tíma. Hún var með þess að minnkuð hér, ekki 95, ég held að það voru einhvern veginn 4-5.000 mann sem komust fyrir, en var minnkuð að því að það átti að byggja síðan stærri höll. Það hafa verið vilyrði fyrir kosningar og ýmislegt annað. Eigum við, Willum náttúrulega svona kemur úr stjórnmálunum, við sjáum fleiri alþingismenn en íþróttir virðast vera rosalega neðarlega þegar kemur að einhverjum forgangi. Eru þið ósammála eða sammála? Hvar standið í þessu? Það ekki hægt annað en að vera sammála þessu sem vorstu að segja. Það alveg ljóst. Hvað eru við komið mörg ár núna í umræðum byggingu þjóðarhallar? Þetta löngu orðið úrelt og eins og segir, við erum búin að vera undan þá hérna í ég veit ekki hvað mörg ár. Þetta í raun að vera bara orðið hættulegt. Hraðinn í handboltanum orðið það mikill að það bara hætt við í einu hraðaplöpi að leikmenn, og það hefur nú bara gerst, leikmaður fluttir út með sjúkrabíl út eða bara endaður út veggurinn allt og nálagt vellinum og bara engar aðstæður, þú veist, dómara, fjölmiðlar og fleira eins og kröfur gerðar og svo auðvitað, það væri nú bara efni í heilan annan þátt, ræðum bara fjármagnsleið sem fer inn í íþróttina. En það alveg ljóst að það ákall frá íþróttahreyfingunni og það verður að fara að bregðast við og bæta úr. Við viljum vera með sterkar fyrirmyndir, við viljum að börnin okkar taki þátt í íþróttum og allt það því líkt og þá bara þessi hluti gríðarlega mikilvægir að bæði fjármagni en svo ekki síður bara góða aðstæðu og fyrir afreksfólkið okkar og svo eins og Willum nefnir þetta líka bara íþróttafélögin í Laugardal. Íslenskir ráðamenn, þeir eru mættir upp á svið þegar gleði og afrek sem við náðum í gegnum tíðina. Hvar eru síðan efndirnar og metnaðurinn? Hann bara einhvers staðar svona þegar hann tekinn upp á merkistögum, hátíðistögum? Já, einhverju leyti ekki hægt að fara rök fyrir því, það er bara svekkjandi til dæmis að horfa á Færeyinga þegar þeir eru með nýja þjóðarleikvang og þjóðarhöll held ég hjá sér og þeir eru töluvert færri en við, en við getum ekki bara tala einhverja smæð og eitthvað eða það sé engin velmegun í samfélaginu eða eitthvað, maður veit, einhvers staðar þarf þetta að vera í forgangi því að við erum á einhverju
Við teljum okkur að framalega í handboltanum og við erum framalega, við erum fullt af frábærum atvinnumönnum, frábær landslið, þú veist, gott landslið í körfunni líka til dæmis núna og samt getum við ekki, við erum á undanþágu í öllum. Karvan spilar ekki niður í Laugardal núna og handboltinn er á undanþágu. Og meiri sé að farin að spila á Ásvöllum í er það ekki kvennalandslið búin að spila á Ásvöllum líka? Jú, spila þar. Þú veist að því að Laugardalsvöllin er bara ekki keppnishæf. Nei, ég menna það er bara komið tími á þetta og það þarf bara að fara að nútímavæða þessa aðstöðu okkar og fyrir afreksfólk og það er engin pláss í íþróttahúsum til dæmis þegar landsliðin okkar æfa eða yngri landsliðin okkar æfa. Frábær punktur, sko. Við erum háð því einhvern veginn bara... Á vergangi? Já, bara í raun og Oft á tíðum á vergangi? Já, út allan bæ og bara í staðinn fyrir að hafa eitthvað athvarf og bara góða aðstöðu þar sem að landsliðin okkar koma saman og... Það er ekki eins og heimtufreikja, sko. Nei. Koma saman og eru að æfa á svipuðum tíma og sjá hvert annað og eru að hittast þessi, hvort sem er úlingalandsliðskrakkar eða A-landslið að æfa á eftir þeim með hvað þeir þessar helgar eru eða aðrar íþróttir svipari, hvað ég var að segja, byggingu, það sem er kannski svipaður sama lyftingaðstæð eitthvað og það er einhver svona sameiginleg þekking sem er verið að nýta. Afreksmiðstöð, jável, en sko, eitt svona í lokin áður við lokum þessar umræðu, ég vil taka dæmi eins og til dæmis bara forseti Íslands. Forseti Íslands sem er svona sameiningartakt þjóðarinnar myndi svona leiða svona verkefni að reyna að ýta því úr vör og reyna að ýta á rétta fólkið. Myndi þið þá ekki, það væri einhver með íþróttunum í liði virkilega? Þetta virðist vera bara háð einhverjum duttlungum. Það virðist allavega að vanda, nú veit maður nú samt að Guðni T.H. hann var nú íþrótta... Já, ég er ekkert að gagnrýna það, sko. Og maður hugsa bara, hvað völd hefur forseti, en það er alveg rétt, í þessum málum skilur, en auðvitað er það rétt, við viljum bara fá sterkari raddir fyrir hönd íþróttana inn í pólitíkina og inn í þessar ákvarðanir, bara hvert fjármagn fer og hvenær, af hverju er þetta tefjast í ykkur útboðsferli? Það getur ekki verið svona flókið, bara kláriði málið og það er búið að teikna þetta upp og það er búið að ræða þetta fram og tilbaka hvar höllin á að vera staðsett hér og þar en eins og bendir á Færeyjar, þetta tók ár hjá þeim eða eitthvað, þetta tók bara ótrúlega skamman tíma frá að vera ákveðið að byrja að byggja og nú er þið bara byrjað að taka höllina í notkun. Já, ég held að allar stóru boltaíþróttirnir séu búin að vera í vesinni með vellina sína, seinust ár. Í svolítið mörg ár og það er búið að tala þetta svolítið lengi, þannig að þetta sé að seinka eitthvað núna eða sé ennþá í útboði er mjög lélegt, finnst mér.